Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, heyrðu, nú ætlum við að ræða svolítið í pólitík hérna við rauðaborðið, eins og við gerum reyndar oft. En hingað komin góðu gestur alla leið frá Ísafirði, Gylfi Þór Gíslason. Já, sæll. Lögga, er það sagt? Jú, það er lögga. Þú ert formaður verkalýðsmálaráðs. Já. Það heitir það. Já. Heyrðu, þannig að við ætlum að ræða þessum samfylkinguna og ég byrja kannski að byrja á tengslum samfylkingarinn og verkalýðshreyfingarinnar. Já, samfylkingin var stofnuð sínum tímum aldamóti, þá svona rofnuð þessi tengsl sem að var tengsl jafnaðarmannaflokksins sem var áður þetta alþjóðlokkurinn og alþjóðbandalagið sem er hluti af samfylkingunum. Rofnuð endanlega hafðu verið rofnuð endanlega þarna aldamótin og var ekki því sem var ekki sinnt að þessi tengsl væru. Þetta var blerismin? Já, þetta er nákvæmlega. Þetta var þessi blerismi sem að tröllriði þarna á þessum tíma. Bler, hann barðist inn að verkamannaflokksins gegn áhrifum verkalýðshreyfingarinnar sem eru aðilar að flokknum, verkalýðsfélögin, og hann fannst þeir svona verkalýðskratar hafa allt og mikil vald. Kannski menn eins og þú? Já, já, hvað með Bler, en svona var þetta allavega, þessi tilhneiging var í samfylkingunni, en síðan breytist þetta þarna, ja, 2022 var lásið til hérna flokkstjórnsfunda, var svolítið eftir í tekið að það var kjósa nýtt verkalýðsmálaráð í samfylkingunni. Hitt af eitthvað, floppaði eitthvað, ég kann ekki þá sögu alveg, en... Mér þess að sjálfstæðisflokkurinn er með eins svona verkalýðsráð. Já. En ekki samfylkingi, það passar ekki illa. Já, það var hérna, síðan var þetta breytt þann 2022, það var tilkynntarið kosið í verkalýðsmálaráð og sögusagnar var mikið tala með fjölmiðlum að þetta var einhver klíka innan flokksins að raða í þetta ráð. Ég fekk aldrei neitt slík símtal, þegar ég fór út á dyrónum á Ísafirði, hérna heima á Ísafirði. Það sagði við konunum minna að ég sem að gefa kostum mér í þetta verkalýðsmálaráð. Það er mjög aldrei fundist að vera neitt pólitík sexi að vera ykkur verkalýðsmálaráð. Ég ætla að kýla þetta, prófa þetta. Þetta er, ég áhuga þessu. Og hún sagði bara, já, ég styði í þessu, hvað sem tekur fyrir hendur. Svo fór út á flugvöll og kíkti í dagskrána, það var ennþá opið til bjóðu sig fram. Skráði mig þannig að ég gefi kost á mér. Svo leið, þetta var föstudegi fyrir fundin og svo leið föstudagskvöldi, var einhvern öðrum fundi. Var síðan samfæra kunningja minnum á flokkstjórnarfundi til Keflavíkur og gáttum gott spjall og síðan hnýpari nýmum 11 leitið að fundurinn byrjaði og segir, Gylfi, þú ert í framboðin í verkalýðsmálaráð? Já, passa segi. Það getur spáður mikið meiri það, en ákvað ég að fara og kynna mig hann á fundunum og fór í ræðustól og held einhverja ræðu og niðurstaðan var svo að ég var síðan kosin í þetta ráð og var síðan bara óbreyttur í ráðun en vorið þegar Drífa Snædal segir af sig sem forseti ASÍ, þá var hann Kristján Þórður, er hann inn í ráðunu, hafði verið tilnefnd sem formaður ráðsins hann segi, ég verð að hætta þessu, ég get ekki staðið þessu með alþjóðsambandið á herðunum og ég benti þeim hérna á sem voru í stjórninni að þau var öll ASÍ, ég var ekki ASÍ, ég var lögreglunir í BSRB og það skildi taka við þessu, síðan ég verið formaður ráðsins, bara endurkjörun á þinginu þar á eftir. Og það þetta sem sagt, og síðan ég reynt svona beina kröftum mínum að reyna að auka tengsl okkar við verkalýðshreyfinguna í landinu með opnum málstofum hinn ýmsu mál. Og næsti fundur hjá mig verður núna að hjá okkur í stjórn verkalýðsmálaráðsins núna á Blönduósi næstu helgi. Klukkan 9 morgun og þar undan höfur Akureyri svona að því maður svona landsbyggða maður reyn við að hafa þetta líka út á landi. Það sem vakti athygli þess að þú varst að vísa til hann 2022 að þá var það að þarna voru, að þau voru átökin í ASÍ og líka í kringum Eflingu, að þarna voru í stjórninni Agnieszka Eva Síolovska sem var í átökum við Sólveig Önnu. Svo Halldóra Sigríður Sveinsdóttir í Bárunni og á Selfossi og Finnbogi Sveinbjörnsson. Þetta er allt saman fólk sem hafi svona beitt sér í þessum átökum innan verkalýðshreyfingarinnar og það leit svo út að samfylkingin væri að taka svona afstöðu inn í þeim deilum
með því að hafa þarna inni þá sem voru hvað harðast að berjast gegn því sem að kalla mætti endurreisn verkalýðshreyfingarinnar. Já, ég þekki það ekki alveg og bara þetta fór nú fram bara kosning á fundunum og ég heyrði ekki meina slíkt plott var í gangi sko. Bara eitthvað tilvíðinu sem hefur ráðið því einhverju leiti, þetta fólk reyndar áberandi í flokknum og áberandi í fjölmiðlum þannig að Já, en síðan hafa orðið breytingar í ráðinu og þá hafa komið fleiri andstæðingar Sólveigar Er Jólu Helga í ráðinu? Hún var í þessu ráði líka bara Það er það sem að vakti athygli allavega héðan að af hverju samfélkingin að taka svona afstöðu í svona deilum innan verkalýðshreyfingarinnar því þetta eru deilur áherslur og taktík og mennumálunni. Það var allavega ekki og það hefur ekki verið þú er ekki að fara með ekki að tala fyrir þessi einstaklinga sko, í þeirra baróttu með sínum félögum og samtökum sko, en þetta verkefnismannráð það er ekki ykkur stríði við Sólveigu og hennar fólk. Nei, það sé tilviljun að það séu... Já, ég vil menna það sé tilviljun. Herðu, en að því að við vorum að tala að það hefði ekki verið lögð áhersla á verkalýðshreyfinguna á svona uppásárum samfélkingarnar. Það voru samt áhrifafólkin í verkalýðshreyfingunni sem var samfélkingafólk, til dæmis Gylfi Arnbjörnsson, sem þetta sagði sig úr samfélkingunni. Hann ekki alveg út af hverju, var það ekki? Nei, man ekki. Og það var þarna, mátti sjá áhrif samfélkingarnar á stefnu Alþýðusambandsins, þegar Alþýðusambandið var komið með gröfum að ganga í ESB og taka upp evru og svona ýmiss konar mál sem að, ég meina, þú veist í verkalýðsbaráttu er ekki það sem að fólk segir, þau eru spyrð fyrir hverju eigum við að vera að berjast. Fólk segir líklega, já, ég vil fá hærri laun, ég vil fá öruggara húsnæði, ég vil fá lægri skatta því að ég bara byrjar að borga Ég að borga sko 15% launanum mínum í skatta núna, ég borga ekkert í skatt fyrir 10 árum og þar fyrir göttunum, þannig að það kemur ekki ESB og evran, kemur ekki fljótlega upp. Nei, það er rétt að snýst það sem að snýra að fólk gerir vel bara veskið, hvernig það að lifa af og svo talar húsnæðismálum, það er nú eitt sem í þessu þjóðfélagi búið vera í stort vandamáli eða frá þeirri auðvitað var lagt niður félagslega kerfið hérna aldamótin og síðan eru búin að undanfæri ár alltaf þessi umræða húsnæðisvandan í þjóðfélaginu og það er sem að þarf að og virðist ekkert vera að gerast í þeim efnum neitt stórlega ofinu kaupið eru að fá Grindavík þess að fólk að flýja heilt bæjarfélag vantar húsnæði það þyrfti að gerast og þyrfti að gerast með inn í ríkisvöldin er bara sest niður sko bara gerð heilt lausn í þessum málum það þarf að Þetta var hægt í Vestmannaeyjahúsinu, það var hægt að byggja hérna nokkur alltaf viðlagasjóðshús út bæina í kring. Og meðal annars í Grindavík. Meðal annars í Grindavík. Og þetta þyrfti að finna svona heildarlausn á þessu og gera bara nokkra mánaða áætlun í að bæði sambandi við svona viðlagasjóðshús og eins með þessi Airbnb það er að taka á þeim málum. Þessi er ekki svo sem er núna Núverandi viðskiptar var að tala að vilji hérna auka kvaðir og þeir sem eru með Airbnb sko, sem eru komið í framtíðin en ekki á þeir sem eru fyrir sko, að það þarf að reyna að minnka þessi Airbnb íbúður með því að setja ekstra álögur á þau sem eru með slíkan rekstur til dæmis, þá fær þetta frekar í langtímalegu Húsnæðiskreppan hefði verið sunnan varð mjög alvarleg eftir hrun svona 2011 þegar ferðamennu fyrir að fjölga þá kom í ljós sko hryllileg staða í húsnæðiskerfinu meðal annars út af því hversu margir mistu íbúði sínar í hruninu í ríkisstjórn Jóhannu síðan færðist þetta það kom inn húsnæðiskreppa til Ísafjarðar ekki? Jú, það er skortur húsnæði og Ísafirði bara og svo víða land. Ég fór hringinn í kringu landi fyrir svona 5 ár, 6 ár kannski síðan. Þá kom mér óvart sko að ég fór í Búðardal, þar var húsnæðiskreppa. Og það var alveg sama hvar maður kom sko, það var alls þar húsnæðiskreppa. Já, en það lítið verið byggt út á landi undanförnum árum. Lítið byggingar og... Það eru hús út á landi, þannig þau voru byggð einhvern tímann.
Já, já. Þau voru ekki byggð af því að verktakar litu á það sem markaðslega snjallt að byggja út á landi. Það var ekki þannig. Nei. Það var bara einhver aðgerðir sem að voru frá stjórnvöldum sem að tryggðu það yrði byggt og almenningur hefði aðgengi að húsnæði. Já, undanfarið árum ekki verið mikið byggt og svona aðeins svona við breyst kannski í síðustu árum. En ekki nóg. Ekki miðað við fjölgun fólks. Nei. En svo heyrir maður í þessu ástandi, þá heyrir maður sko stjórnvöld tala um það að þeirra hlutur sé ekki að standa fyrir byggingum. Heldur að þau örfa einhvern veginn markaðin til þess að markaðurinn fá áhuga á því að byggja. Já, það er þessi ríkisstjórn, það er þessir frjálshyggju-póstölar sem eru þessir ríkisstjórn. Og Þú að vera stefnan eiginlega síðan bara enda fyrir 30 ár. Frá aldamótum eða frá því að lögðunni félagslega íbúðakerfi. Já, og svo íbúðalánasjóð, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn svona 2003-2004. Já, þetta var allt. Það er 20 ár síðan. Já. Og það er svo tilraun ætti að vera fullreind. Já, nákvæmlega, við erum být úr því og þetta þarf að laga með nýrri ríkisstjórn sem tekur við hérna vonandi síðastali næsta haust. Það er að vera ríkisstjórn sem er þá með einhver aðra stefnu. Já, heldur þessa. Við þurfum öðruvísi ríkisstjórn og en við þurfum aðra stefnu. Það er alveg sama hverju situr í ríkisstjórnin, sko, bara ef það verður byggt. Já. Er það ekki? Jú, og það þurfum við líka þá ofta við tala um hérna þessari stöð ekki að endur þessar glærusýningar það þarf að fara að gera hlutina, sko. Það þarf að framkvæma. Það er eins og það hefur dottið út úr svona hjá stjórnmálafólki að því beri að gera þetta vegna þess að það er eiginlega markaðri sem á að gera allt á landinu. Við erum ekki opinber byggingafélög eins og er víða. Það eru húsnæði hér í öllum löndunum í kringum okkur í eigu sveitafélaga eða sjálfseignarstofnana sem að njóta einhverju svona sérstakar stöðu og stuðnings frá ríkinu. Meiri hluti þeirra sem hafa auðnast að kaupa sér húsnæði í nágrannalöndunum millitekið fólk. Það hefur fengið stuðning frá hinu opinbera. Það er bara litið á sem stjórnarstefnu mikilvægt að það sé öryggi og ró á húsnæðismarkaði. Já, myndu og þetta er líka bara nöðsælt fyrir fólk að hafa öruggt húsnæði yfir höfuðið og fyrir fjölskylduna að sé ekki endalausum, að sé bara tryggt húsnæði og þetta þarf að gera hvað sem að lífeyrissjóður eða einhverju önnur samtökum að félagssamtöku slíkt og þetta verði það þurfa bara mikla breytingar heildar nýja stefnu í þessi mál, húsnæðismáli og það gerist vonandi með nýja ríkisstjórn næsta haust en það er ekki sjálfgefið að þótt að það hefur ekki verið, sko, við höfum oft skiptu ríkisstjórnir. Já. En það hefur búið að vera meira og minna sama svona stefnan síðustu 30 ár. Já, það er bara aðlaga sig. Það búið að vera sama, sko, það búið að vera líka samskonar ríkisstjórn allan tíma, Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur. Ég tek ekki inn í þetta hrun tímabil þannig 2009-13. Það var bara rétt að skútuna við. 2007-2009, það var nú þeim flokkur í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokkur. Já, það var bara algjör mistök. Það er þá ríkisstjórn, það er bara aldrei átt að gerast. Það var aldrei átt að gerast að fara með Sjálfstæðisflokknum með ríkisstjórn 2007. Þetta var bara ykkur þörf að komast í ríkisstjórn og alveg skaman hvað kostaði. En það er aldrei átt að gerast og það er búið að vera sipur ríkisstjórn frá 95 Framsóknarflokkur, Sjálfstæðisflokkur. En ert þú ekki í svona krati að upplagi, Alþýðuflokksmaður? Jú. Það er 91, það var Alþýðuflokkurinn að gangi í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum? Já, þar var megin áhersla hjá þáverandi formanni flokksins að koma okkur inn í EES. Það tók okkur 2 ár. Það átti líka flokkurinn að segja hingað ekki lengra. Það hefði flokkurinn að segja. Ég var nú þá í ungu jafnaðmennu í þá dag og ég var nú gramsaði kominu drastlum daginn og fann einmitt hvað við áleittanir okkar alveg enda að lausast við kröfðust úrbóta, við kröfðust breytinga og vorum ósáttir við fórustu flokksins. Þarna áttu við að lappa út, bara segja nei, hingað ekki lengra. Við erum komin í EES, ætlunarverkið okkur er náð, þar áttu við að Þetta voru ráðherrar Alþýðuflokksins að vinna að því að auka kostnaðarvitund sjúklinga. Já, þar áttu við að segja stopp. Og það er einmitt nákvæmlega tellan um það. Það er einmitt gagnrýni við að heilu þingi ungra efnaðamann og sínt. Þannig er náttúrulega að vera að innleiða svona nýfrjálsíkina að fullum krafti. Þetta var upp að við þarna.
því miður það, okay. En Alþýðuflokkurinn myndaði líka ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum 1987 ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar. Já, sprengdi hann sín í beinni útsendingu með Steingrími Hermannssyni. Það þurfti Steingrími til að sprengja. Það má Steingrímur alveg eiga það, hann öflugur hann að forsætisráðherra þegar að tekst að lækka nánuði verðbólgunni í þjóðarsáttinni. Það er Steingrímur forsætisráðherra. Ég er alltaf hissað fram svona, menn skuli ekki baða sér svolítið þeim ljóma. Þeir áttu þar og síðan unnuður vel saman þarna, Alþýðuflokkur, Framsóknarflokkurinn, fengu alveg bandalega með sitt í stjórn og Borgaraflokkin líka, sem endar hann að 91, að sorglega skildi ekki hafa haldið þar áfram eftir kosningunum 91. En kosningunum 91 var endar svolítið sparið á okkur jafnaðarmönnum, að við varum einhverjir föðurlandsvikarar að umræðum EES-samningin. Sjálfstæðisflokkur var með sín einhvern sér tvíhliða samning í þessari kosningabaráttu. En Framsóknarflokkurinn talaði XB, ekki EB. Hvað mannstu dörglega, sko. Og áleika svipa hjá Alþýðubandalaginu. Og Jón Baldvin fór út í Viðey hann fór út í Viðey og sagði við Davíð Oddsson að það bara skilyrði að við göngum í EES og Davíð sagði ekki mál og fekk allt annað. Það fekk allt annað. Hann bara þar með gekk nýfrjálskenn tók land á Íslandi. En og síðan sem hélt alltaf áfram það er ekki nokkur það stærstu breytingarnar voru í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins sem eru miklar skattalega breytingar þess að það þurfum að spóla tilbaka mikil einkavæðing, eyðilegging á húsnæðiskerfinu og sala henni ýmsu ríkisfyrirtækja eins og við kemum fram með Eimriðinni sem verið að leggja svona lánakerfi ríkisins niður, bæði sem að var notað til þess að styðja fólk til íbúðakaupa en líka til þess að styðja atvinnurekstur á smærri svæðum þar sem er ólíklegt að markaðsdrifið bankakerfi færi peninga til fallandi byggða. Þú er líklega að upplifa það á Ísafirði að þegar það er svona þegar byggðalag hefur svona mist eitthvað, máttinn, brotna hnéskel að þá getur þetta orðið spýr allt niður á við, það verður erfiðar að stoppa þetta nema að sé eitthvað virt stuðniskerfi til þess að venda sem vantaði núna sem við breyttu þessu og það getur endur byggt þetta er allt farið sko húsnæðiskerfið okkar gamla er farið og verkamannabústaðir farnir og eignaskatturinn er farinn og eignafólk borgar ekkert skattar lengur. Þess vegna þarf að reyna að snúa þessu við þessum skemmdarverkum hafa verið undir undanfarin ár með nýrri ríkisstjórn eins og formaður minn núna, Kristján Frostóttur talaði við sitjum. Hún hefur nú ekki hafnað í að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Fyrri formaður gerði það og þar leðandi er það stefnubreyting þegar nýr formaður neitar að lýsa því. Það fór svo mikið tími í það, af hverju eru að hafna Sjálfstæðisflokknum? Mér finnst það ekki bara augljóst. Þú sér það á undirskriftasöfnum núna. En miðað við það, þá hvernig hún talar, Kristján vill auka tengsl við verkalýðshreyfinguna, vill nota skattkerfið til jöfnunartæki fyrir fólkið. Þetta er eitthvað sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki talað um. Eitt ráðherra Sjálfstæðisflokkurinn talað um, þingmaður, líti ekki á skattakerfið sem jöfnunartæki. En Kristrún hefur talað um að við þurfum að sitja til hliðar stjórnarskrármálin og ESB-málin eða við þurfum að ná áttu bara fyrir fólki í landinu. Hugsa fólki, þá talum húsnæðismálin, velferðarmálin. Meðan sýtum við til hliðar stjórnarskrána og ESB-umræðana. En tökum stjórnarskrármáli, þannig það hefur alltaf verið svo heitt kartefla í höndum vinstriflokkana frá því að koma upp þessu umræða 2009. Að hvernig viljum hafa þetta. Við ræðum þetta bara síðar á þingi eftir. Þjóðin er þetta er gríðarlegt vandamál að stjórnmálin spyrja þjóðina og þjóðin svarar. Og stjórnmálinn takk ekki mark á því. Og þá er spurningin, eigum við bara að láta það yfir okkur ganga? Nei, en við höfum ekki verið að sitja þetta oddinn í kosningabaráttu. Af því að við fáum ekki atkvæði út af það? Nei, bara þá er þetta svo heitt kartafla milli vinstriflokkana meðan hallar hægri menn sér aftur bara og láta svo vinstriflokkana rífast hvaða breytingar eiga að hafa og hvernig eiga að hafa þetta. En eru vinstriflokkarnir ekki, Samfylkingin var hlynnt nýju stjórnarskránni? Já. Píratar? VG voru þeirra á mótinu eða? Nei.
Þannig það er bara, það er engin vinstri ekki að deila þetta. En við höfum ekki verið eða þetta er ekki kosningamál ótin, þetta má bíða. Nei. 4 ár fljótt að líða, þannig að sko, það þarf meira en 4 ár að snúa við kerfinu, snúa við þjóðfélaginu eins og þetta fengið að ganga síðastlegin 30 ár. Og það var að gera mikið. Ég tók eftir í síðustu kosningabaráttu, þá voru við sósíalistar á listum. Og við bauðum upp á svona þessum kallum tilboð, uppbyggingu á 30.000 íbúðum á 10 árum, sem að þótti gríðarlega bara stærðfræðilega skrítið þá. Já. Og ég man að við vorum ekkert í þáttum og svona spjalli með samfélgingafólki sem segi, jú, þetta er svona, en þetta er kannski svo veist, með þriðja þessu eitthvað svona sem er. En ég held að saga síni það að mat okkar þörfina og nauðsynina var miklu nær lagi heldur en allra hinna. Vegna þess að við bara greindum ástandi frá þeim sem að eru að þjást. Og það er svona, ef ég er róttækur sósíalisti og þú ert krati, þá verður þetta alltaf átökin að við greinum einhvern veginn ástandið og það þarf að gera þetta. Og þetta er að vera bara, þetta er frumskilyrði þetta er að vera fyrsta verkefni. Að koma bara þjóðinu undir þak, allir þessi ódýru og öruggu húsnæði. Já, þess að ég var að segja líka við. Já, en þá koma kratarnir og segja, já, við gerum þetta svona bara 1/3 af þessu kannski. Kratarnir og 1/3. Já, og erum með þess að trú á það með markaðinn, að sko eins og markaðurinn eigi að leysa þetta. Við lögðum til að væri eiginlega bara endurstofnaði hérna eins og Íbúðalánasjóður var. Það verið búin til Íbúðalánasjóður sem er því notað sko ríkisábyrgð til þess að fá peninga á lágum vöxtum sem að síðan eru deilt út. Þetta er svona, þannig var bara Ísland byggt upp. Já, ég vil tala kratana, við verum ekki kratana sem áttu Héðinn Valdimarsson og það er svo langt síðan. Já, félagslega íbúðakerfið, það er svo langt síðan. Já, langt síðan, menn það er hægt að fara eitthvað í þá átt aftur. Já, ég sagði stundum að ef þú skoðar sko kosningastefnu sósíalista í dag og berðana saman til dæmis við kannski áherslur Alþýðuflokksins 1956, þá sér það enga mun. En ef þú berð saman sko áherslur Samfylkingarinnar í dag og Alþýðuflokksins 1956, að þá er þetta ekki sama dildin sko. Það er það sem hefur gerst sko, er að kratarnir hafa færst kannski á viðreisnar árunum, þá fenguðu trú á því að það sem að myndu bæta hag almennings mest væri sko kapitalismin, fyrirtæki. En þetta verður breytingar núna með tilkomi Kristrúnar Frostsdóttur í sem formaður flokksins. Hún vill svona hugsa eftir hvernig þetta var í fortíðarinnar. Hvernig við vorum með tengslin, hvernig þetta var áður fyrir hjá okkur. Og ég hef trúið því að þetta breytist. Og heldur það tekist? Já, ég held að það tekist. Ef það tekst ekki, þá held ég að sýtla komið Samfylkingunni með framtíða sín. Við þurfum að breyta þessu. Og það er verið að breyta þessu. Það er verið að breyta ýmsu. Hún hefur lýst þessu eins og þú, að þarna sé verið að horfa svona svolítið til rótana. Já. Og svo getur maður deilt hvað rætunar eru. Það getur verið bara 1980 eða 1960 eða 1916. Það breytir bara töluvert miklu. Rætunar eru 1916 og þannig að það er öldin byggist upp hjá okkur. En Alþýðuflokkurinn stóð þá fyrir sko ýmsum málum sem að maður hefur ekki séð Samfylkinguna að gera. En Alþýðuflokkurinn stóð, þú talar viðreisnar, Alþýðuflokkurinn stóðu líka fyrir, jafnaðarmenn stóðu líka fyrir ýmsum framfærum málum með lánasjóð íslenskra námsmanna og sambandi tónlistarskóla all land og svo reyndar inngöngu okkar í EFTA. Það sem var hugmyndur aukin viðskipti, að frjálsviðskipti sem er svona hugmyndin hinn góða kapitalisma, að hann myndi færa okkur sko aukin lífskjör. Það er önnur stefna heldur en var til dæmis hjá Alþýðuflokknum, hvað við segja, frá 27 þegar studdu minnihlutastjórn Framsóknarflokksins og þar fram til göttunum. Þá var það þú býrðu á Ísafirði núna, það voru kratarnir virkir í bara atvinnuuppbyggingu og félagsuppbyggingu samfélagsins. Ekki þá sögur. Já, og byggðu upp bæjarútgerð Hafnarfjarðar og fleira í Hafnarfirði. Samvinnubátana. Og kannski upphafi voru náttúrulegi samstarfsaðilar Alþýðuflokksins og verkefnishreyfingarnar voru samvinnuhreyfingin sem var líka í atvinnuuppbyggingu til mótvægis
við atvinnu uppbyggingu sko einkaaðila Já. sem að á þessum árum höfðu löngu sýnt að þau voru ekki trössisverð til þess að sjávarútvegi að þau bara fóru með hagnaðinn en tóku ekki þátt í uppbyggingu sjávarútvegs á sama hátt og fyrirtæki sveitarfélagana og samvinnufélaganna. En síðan á viðreisnarárunum að þá finnst mér að sko alþýðuflokkurinn færist frá þessum áherslum að hið opinbera eigi að vera virkur þáttakandi í atvinnuuppbyggingu yfir í það að lífskjörin eigi að koma í gegnum frjáls viðskipti og einkaframtakið sem að við sitjum uppi með í dag að reyndist kannski ekki raunin að það ekki þetta bend við erum í öllum geirum sitjum við uppi með sko fákeppni og einokun einkafyrirtækja. Já. Við förum að niður til samstæðan með sjálfstoflangum tíma, þessum 12 ára tímabili, en það verður mikla breytingar á þjóðfélaginu og það eru líka, og þú talar sér einkaframtakið. En síðan þetta er svona hugtak sem að Moggi notaði, einkaframtakið? Já. En síðan normenn fara líka í svipaslóðu við, þannig bæði í EFTA, inngöngu og líka EES. Þeir hafa tryggðu samt svona vernduðu sinn iðnað heima fyrir normenn sem við gerum ekki lögust allar húsgagnaframleiðsla af í landinu, húsgagnaverslanir allt innflutt sem var ekki í Noregi og þeir hafa svona haldið betur utan sinn heima iðnað sem við gerum ekki. Og þeir hafa líka á seinni árum notað sko sjávarútveginn þeir fara eftir íslensku lögunum tilgang stjórna fiskveiðalagana að tryggja byggð í landinu. Það normenn fara eftir því, en Íslendingar fara ekki eftir því Vestfirðingar vitið allt það. Allir ekki farið 80+% af kvótanum sem við höfðuð. Og þannig þeir hafa eitthvað svona aðgerðir og maður sér það bara þegar maður ferðast í Noregi að það ennþá svona líflegt atvinnulíf sem í höndum heimamanna, sem allt annað en svona útibúsvæðing sem að kannski að verða hér. Já, og svo það líka öflugt. Ég þori ekki að taka dæma Vestfjörðum, ég getur bara ekki dæma þessu Húsavík og þú færir kannski 50 ára fyrir tíman, að þá eiginlega sko framtíð Húsavíkur í höndunum á fólkinu í Húsavík og Þingeyjarsýslum. En hún þetta meir og minna bara einhver útibúsrekstur, annar aðalega sko. Já, og svo líka við tala normenn að þeir eru líka verið með alvöru svona byggðarstefnu. Þess að við þurfum að leita svo margt söður fyrir þessi búin út á landi. Þannig þeir að verum alvöru byggðarstefnu þá sambandi skatta og slíkt og það nú eitt sem til dæmis hefur heilbrigði stefnu hjá samfélginu núna í haust að reyna að ýta undir að fólk sem býr út á land, þess að sem fyrir læknanám fara út á land sko, koma út á landi. Eins og var í Kanada. Já, koma út á landi og flytja síðan út á land og fá það jafnvel eitthvað svona hagstæðri kjör sem vanda. Þannig þetta svona alvöru byggðarstefna að þú vorum að tala normenn sko. Þetta sem við viljum sjá. Það þetta með grunninn í atvinnu uppbyggingunni. Það sem að gerist held ég á viðreisnarárunum að kratarnir segja nei, þetta ekki okkar hlutverk að byggja upp atvinnufyrirtæki. Það á enga geirin að sjá um. En við ætlum að vera betri í því að reka opinbera þjónustu heldur en íhaldið. Já. En við erum alveg sammála í því, segir krattinn við íhaldið, að það eru uppbygging einkarekstrar sem að mun tryggja betri lífskjör. Það var nú svona var þetta ekki seinni tíma fyrir eitthvað 91-95 sem að þessi umræða var sterkari sko. Já. En ekki þannig að við reisnarárum þú nú ekki að fara út í það í smáðutunum sko. Nei, þar væri eiginlega svona upptakturinn því að þetta í þessu felst svolítið svona breyting að trúa því að EFTA-samningurinn geti bætt lífskjör á Íslandi meira heldur en það að almenningur eigi verslanirnar, kaupfélögin. Já, hvað svo mikið það hefur saman EFTA með að gera, veit ég ekki, allavega ekki gerst í Noregi þannig. Nei, þar var eitthvað svona... Þeir pössuðu upp á þetta, pössuðu upp á sinn iðnað. Hér á Íslandi áttum við lagðist svona, fór illa í iðnaðinu í landinu. Eitt sem að... Það er bara okkar stjórn, það er bara stjórnin í Ísland sem tók við. Það er ekki jafnaðmönnum að kenna. Eitt sem ætti kannski að hafa í huga, ef við erum að bera saman Ísland og Noreg, að það sem að náttúrulega samkeppnin frá Evrópu setur íslenskan iðnað í vanda. En annað sem að var
að gengiskráning hefur alltaf miðast við sjávarútveginn og sjávarútveginn hefur það forskot að hann hefur aðgengi að ókeypis hráefni. Þannig hann þolir hærra gengi íslensku krónunar heldur en iðnaðurinn. Og það er freistni vandi stjórnmála allsstaðar það sem er svona auðlindadrifið hagkerfi að halda genginu háu miðað við hvort sem hefur verið fiskur eða gull eða olía eða hvað sem að menn að flytja út, halda því háu til þess að fá ódýran innflutning sem að veldur yfirleitt svona velsæld skamman tíma sem að nýtist stjórnmálamönnum vel sem að horfa skammt fram í tíman, en það þurrkar út samkeppnisgreinar. Norðmenn voru með olíuna þar sem að við vorum kannski með fiskinn, en þeir gættu sig að því að verja raunverulega venjulegt atvinnulíf fyrir þessum áhrifum og geymdu raunverulega umframhagnaðinn af olíunni utan við hagkerfið. Þannig hefðu kannski Íslendingar átt að gera strax 1960 að taka og setja bara sjávarútveginn í bara eitthvað sérstakann flokk, að láta hann bara borga hærri tekjuskatt eða bara leggja á hann gjald. Já, við lenda gjald til þess að vera hægt að byggja hér upp aðra atvinnugreinar. Það er ekki hægt að byggja upp atvinnugreinar við hliðin á einhverju sem fær ráðist í ókeypis. Já, þetta hefði mátt gera hjá okkur, sko. Það er eitthvað svona sjóð eins og Norðmenn með sín olíusjóð, sko. En það hefur ekki verið því að heilsa hér. Og þeir sem, og vinstrið og kratanir, mér er ekki auðnast einhvern veginn að búa til einhverja stefnu til mótveis við þá sem að var farin, sem hefði kannski ekki. Já, við erum allavega ekki og svo ekki komist neitt til valda undan fyrir nári hérna sem sagt í hruninu, eftir hruni. Þá fór nú bara sá tími að rétta við skútuna. Já, rétta við þjóðarskútuna eftir. Já, og rétta við eiginlega kerfin sem að Sjálfstæðisflokkur hefði búið til. Já. Það var nú mikil gagnrýni á Samfylkinguna fyrir það og VG. Það voru flokkarnir loksins þegar kom vinstristjórn á Íslandi. Það voru eiginlega svona hugmyndalega gjaldþrota, þannig að þau reistu bara við. Já, meina það. Reistu bara við sjóva og bankakerfið og reistu þetta bara allt saman við eins og það var. Kvótinn var hérna yfir veðsettur, 3/3 af kvótanum var yfir veðsettur í Landsbankanum. Það hefði verið að taka hann bara. Ef það hefur verið áhuga á því. Já, og það hefði einmitt og, það hefði líka verið búin að gera ýmislega saman þegar hann á kvóta. Það var þess að fyrningarleið sem að Pétur Blöndal heitin talaði var oft hlustamár á hann. Fyrningarleið á 20 árum, fyrna hann á kvóta. Það var stefna Samfylkingarinnar. Já. En það stefnan í dag? Það er fólk sem situr hérna við Rauðaborði stundum. Það veltir fyrir sér. Hver stefna mun Kristrún leggja til fyrningarleiðina? Nú ætla ég ekki að... Nei, það er eftir að koma. Það er komið ljós. En það þarf að gera eitthvað róttækt í þessum fiskveiðsvannamálum. Það þarf að gera síðasta ríkisstjórn eða sitt vinstriflokkana fór allt upp í loft. Það var eins og þorði ekki að taka á þessum hlutum. Nei. Þeim greint á vinstri greinum og Samfylkingunni. Nei. Það var ágreiningur hvernig það leiði að fara. Og ef maður ætti að reyna að skilja það, því að ef fólk að deila, þá var það stundum að deila bara mjög mikilvæga hluti. Þannig að maður getur ekki alveg skammað fólk bara fyrir að vera að deila og allir að vera sammála hvað þá. Og þá kom það þannig að annars vegar myndi maður segja að Samfylkingin var með svona uppboðsleið. Og þá var hugmyndur að við eigum öll kvótann og við, þjóðin, við viljum fá sannvirði fyrir hann. Og besta leiðin til þess að fá sannvirði að setja á markað, því þá kemur raunverulega peningalega virði kvótans. Í VG var meira kannski hugsað eins og við vorum að kannski sjá fyrir okkur sjávarútveginn í gamla daga eins og kannski var á Ísafirði þar sem að voru alls konar fólk sem var að reka fyrirtæki. Stundum svona smá útgerðir þar sem að kallinn var kannski eigandinn og bróður hans var stýrimaður og svo voru netjavextað þarna og velsmiðjur og einhverju var að selja kostinn og þannig að arðurinn á auðlindunum, hann fór í það að byggja upp þessa sjávarbyggðir hringinn í kringum landið. Ef að við, og það er það sem Norðmennirnir hafa gert, þeir hafa passað sig á því að arðurinn af auðlindunum sitji eftir í byggðunum. Stefna Samfylkingar á sín tíma og Viðreisnar og ég held að Píratar sem er svo sömu stefnu. Hún er svo að við tökum alla kvótan eins og við eigum hann og ég bý ég held ég búi 101 Mér finnst þetta að ég er miklu minni í kvótanum heldur að þeir sem búa fyrir vestan, sko.
Þannig ég hef aldrei einhvern veginn upplifað þetta sko að það væri einhver svo væri taka kvótan af mér. Mér finnst frekar að það hafi verið að taka af Þingeyingum eða Húsvíkingum eða Akurnesingum sem að maður hefur séð sko stórkostlegt áfall þegar kvótin er tekin. En þá er hugmyndin svo að kvótin sé bara boðin upp og það komi þá inn í ríkissjóð. Akkurat því. En þeir sem að kaupa eru náttúrulega eins og í öllum uppboðum. Þau verður að bjóða upp lóðir hér í Reykjavík. Það voru sterkur sem að geta það keypt. Bara eru komið til Reykjavíkur, það er bara að vera að bjóða upp hérna lóðir og byggingarétt og þar lendar bara þinnir auðugustu stjórna Reykjavík sem reyndar á að vera til stjórnsamfélkingar. En ég ætla að klára það. Að það sem að verður þá í svona uppboðsleðinni að þá verða bara örfá risastór fyrirtæki, líklega Samherji og Brim og kannski eitt í viðbót sem að eiga bara allar fiskveiðiauðlindirnar, hendi okkur einhverju svona uppboðsverði og við höfum að fá það í staðinn fyrir það að hafa raunverulega sko eitthvað svona valdi yfir því hvernig Ísafjörður þróast eða Húsavík, menn það er búið að loka miðanum. Já, ég hef aldrei verið hrifin að þessar uppboðshugmynda með uppboðsleiðir. Það er að finna einhverja svona, ég er ekki alveg með í taktunum hérna núna, það er að finna einhverja leið sem að geta svona sem jafnar þetta frekar út, þetta sé þá allir mögulega komast að borðinu. Bara þannig verði nýliðun og litli maður komast að líka sko. Ég er algjörlega, ég myndi verið svona þetta er svona eitthvað svona bara redda, bara hókus pókus, bara uppboðsleið eða hvað þetta er. Ég held að þessi fáir út á landi sem eru hrifnir af þessu. Því þeir vita alveg að einn daginn eftir að fara í vinnuna. Það tekur bara Jakob Valgerði þetta. Einn daginn eftir að fara í vinnuna og fréttir það að nei, kvótinn hafi búið að selja fyrirtæki í Djúpavogi sem var að kaupa hann. Þú veist, þetta er náttúrulega, þetta er ekki, norðmennirnir myndi ekki láta bjóða sér. Og þetta er ekki lífæðilegt fyrir svæðinni kring, sko. Og svo saman svo við höldum áfram strandveginu fyrir tala það, við fréttunum áðan að nú að fara að pressa á nýja matvælaráðherranum að laga strandveginar. Þannig að þetta jafnast frekar landið, í dag þetta var svo breytt, þannig að allir fara vestfirðina til þess að reyna að veiða, að því að þetta hérna bara, áður fyrir var að passa upp þetta dreifust landið, kvótinn, fengi strandveiða kvóta landið allt. En í dag þetta bara vestur og það er ekki sanngjarnt fyrir hina vesturum. Þetta er mál sem öll er að koma í ljós hvaða stefnu samfélkingin. Já. Mér heyrðist á Kristrúnu í einhverju svona viðtali að hún var ekki að leggja áherslu á svona fyrningarleiðina. Mér heyrðist það. Ég hef ekki heyrt það. Nei. Hún tjáði svo náttúrulega kvótamál í sínu fyrra lífi sem hagfræðingur viðskiptaráðs og fleira. Já. Maður getur lesið það í gömlum greinum viðskiptablaðsins þar sem hún er að fagna kvótakerfinu. Síðan er hún liðin, ekki vatnum til sjávar, hún er búin að fara margar hringjur um landið og hitta fólkið og puttan á pulsunum, með veikurum með puttan á pulsunum, það var Kristrún. Eitt mál þar sem hefur verið talað um stefnubreytingu og það voru innflytjendamál. Það var mikil umræða svona í loki janúar, býst ég við, eða byrja febrúar, þar sem hún hafði komið fram í 2-3 viðtölum. Og svo var alls konar fólk að túlka. Þetta er stefnubreyting, svo stjórnmálafræði professor, þá komu fyrirverandi formenn Samfylkingar og svo þetta er ekki stefnubreyting. En ég hlustaði nú á þetta og þetta var stefnubreyting. Og ég veit að það var fólk sem hafði harðast barist fyrir sko í þessum málum að einhverju lýstu því yfir að við bara farið úr Samfylkingunni út af þessu. Þannig að svo við sem ekki að deila hvort það sé stefnubreyting. Þetta er stefnubreyting. Það er bara spurningum hvort það sé góð breyting að þínum matið ekki. Sko... Þú spyrir þið sem krata og löggu. Já, þessi innflytjanda mál, sko. Þessi stefnubreyting ekki, hún svona reyna svona leggja áherslu á við sem ekki viljum ekki opna landamæri bara og takmarkaða, sko. Þetta er svona eitthvað svona við þurfa að hafa stjórn á þessu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið... Er ekki stjórn á landamærum? Við erum náttúrulega með opið landamæri gagvart öllum ríkjum EES. Já. En svo talaðum þessi útlendingamál, þessi flóttamenn, þetta eru vilt bara svona fólk sem er að bjarga sér og koma sér, fá eignast nýtt líf, fá sjá tækifæri í lífinu og hugsaður ekki manna sína fjölskyldu, besta fólk, sko. En það sem við þurfum að leggja á í þessum útlendingamálum, tölum þessum innflytjendur, er fólk að koma hérna frá EES Schengen svæðinu. Ég var nú formál Lögreglufélags Vestfjarða á sín tíma
vildu við gengjum úr Schengen og það vakti svolítið aðtiklega upp af aldarinnar vegna þess að það var sko allir lögum Schengen, allir inn í landi var alveg sama bara lögum Schengen, meðan síðan var einhver utan Schengen að stoppa því að var öðru svo litinn, bara þú átt ekki að vera hér sko, ef eitthvað var rasismi þá var það en allir hinum... Þegar þú ert að reyna að komast inn á Schengen? Já, nei, þegar þú komin inn í landi sko, nei, ég bara tala um inn í landi til Íslands allir, þess að þú ætlar að koma annars stað frá þá stoppaður að, þú ert ekki í Schengen og þeir sem eru fyrir utan þau ríki sem eru í Schengen og EES því að þessi borgarar EES mega bara koma hingað. Já. Þú getur ekki stoppað það. Nei, sem er í Schengen, sem er í og hérna þannig að síðan kemur þetta fólk alls konar fólk inn í landið og sumir til að vinna, margir hverjir 90-95% af þessu fólki útlendingur eru á landinu bara heiðalegt fólk sem vil bara vinna. Eins og við Íslendingar, ég held að það sé alveg saman hlutvall. Já, ég er alveg klára því, en þessi 5% sem eru, það er skipuleg glæpastarfsemi og það er fólk með einhverjum annarlegum að koma hérna sem brjóta af sér og þar þurfum við að geta stoppað þetta fólk og ef það er að brjóta af sér, þá þurfum við að geta bara sagt, bara afgreiða þeirra mál á stuttum tíma og svo bara úr landi eins og Norðmenn gera. Þeir eru afgreiða þetta bara nokkur tímum. Þessi afbrotamenn, en við hjá okkur sko, þeir hlæja okkur Norðmenn því að við erum bara með 24 tíma við komum til að vera í klefa og síðan þarf að sleppa út að koma inn og stimpla 2-3 í viku. Þeir kom ekki það að stimpla sér inn, stingla hérna okkur landið og halda áfram sinni yðju. Hvaða fólk ætti að tala sem að með því að þú ert að leggja til að við sem ekki í Schengen, hvaða fólk það sem að þá kæmist ekki til Íslands? Já, sem var það sín tíma, síðan mikið vatn til sjávar síðan sko, ég held að við færum ekki að fara hérna úr þessu sko. Ég er bara að reyna áttum á því, segjum að ég sé bara Tékki með blómlega neðagjörðar atvinnustarfsemi og ætla að koma hingað til þess að ég segjum bara að stela sjónvörpum og flytja út til Tékklands og ég kem hingað bara, ég er með má vera hér að því ég er í EES og hvernig getur þú stoppað það? Er þetta ekki bara hluti af svona nema bara gangur EES sko? Já, nei, en þóttu við höfum verið þáttakendur af þessu Schengen eins og Bretar gerðu þetta þegar ég fór á námskeið aldamótin í sambandi við þetta Schengen-kerfi þá var að tala um breska leiðin, þeir voru eyja þá voru þeir með eftirliti við landamærin sko. Í staðin á við verum eftirliti inn í landinu þá hefur bara þetta tjekkulega fólk kemur til landsins að þar landamæri eftirliti En að því að Schengen-löndin eru flest löndin sem eru í EES ekki alveg öll allt fólk sem er í EES má koma hingað og ekki sem stoppar það og geta komið hingað og svo náttúrulega ef við talum svona glæpastarfsemi að til dæmis öll þessi burðardýr sem að koma hingað eru raunverulega bara eins og túristar. Það er eiginlega bara fáránlegt að blanda því saman við umræðum hælisleitendur eða innflytjendur. Því þetta er ekki fólk sem það kemur hingað bara frá Þýskalandi, býri bara í Düsseldorf, kemur hérna og lendir og er handtekið og er svo dæmt hérna og situr í fangelsi. En það hefur engin tengsl í Ísland og ætlaði aldrei að búa á Íslandi eða hefur engan áhuga á því og var bara gripið hér bara sem túristi eiginlega. Já. Þannig ég er að velta fyrir mér sko... Já, ég er ekki að spá, ég held það fólk síðan kemur svo við talum skipulega glæpastar sem er á landinu, fólk sem er að brjóta af sér bæði í fíknefnasölu, fíknefnainnflutningi, þá er ekki að tala um burðardýri sko. Það er bara saklaus fólk sem er þvingað. Það er nú oftast þeir sem eru handteknir sko. Já. Því að þú nærði ekkit í þennan gæja í Düsseldorf sem réð stúlkunna til þess að koma til Íslands. Nei. Og svo líka í sambandi við líka í þessu eftirliti sem er nú að breyta svona síðustu missurum aukið eftirlit hérna. Það er svona krafa líka frá Schengen að það sé aukið eftirlit innan lands og það er að batna nú síðustu missurum. Að sé passa upp að það sé ekki þetta mansal sem að bara koma upp daginn saman með veitingastað. Það er stór alvarlegt að vera að halda fólki í einhverju þrælavinnu. Það sem að fólki maður séð að fólk menn að fá okkur sulta á laun, að það er látni greiða húsaleigu og einhverjum brjálæðslega pening sem að einhverjur aðalega sem að hirða hvort sem starfsmannalegur einhverjur aðrir sem að hirða peningarna fólkinu og það lifir sult og seirum.
Hvernig komum við veg fyrir það? Ef ég skil það mál rétt, þá er það þannig að það er íslensku ríkisborgari sem að fær atvinnuleyfi fyrir fólk frá Víetnam undir því yfirskinni að það sé sérfræðiþekking sem að er ekki til á Íslandi sem er sérfræðiþekking í að matbúa víetnamskan mat. Og það er sérstök deild, sérstök svona gátt inn í landið, byggða svolítið svona hugmyndum. Manni finnst að stundum að byggt svona, ef ég svona endurtaka þetta eins og ég verið sjálfstæðismaður, sem að hérna koma innflytjendur sem vilja koma hingað og starfa frá EES-löndunum og taka þátt í samfélaginu. Hérna eru hælisleitendur, eins og þau ætla að gera eitthvað annað, þú tókst nú fram að þetta nú vera fólk sem ætlaði bara að sjá fyrir sér og fjölskyldu sinni, það er svona flokkað. En svo er hér alveg gullnar dyr sem eru sérfræðingar sem að koma hingað annars staðar að úr heiminum. Þannig að við búum til gátt sem er fyrir utan EES fyrir sérfræðinga og þá sjá allir fyrir sig kannski fólk sem er að vinna hjá íslenska erfðagreiningu eða eitthvað svo sérfræðingar, en þarna koma alls konar sérfræðingar, meðal annars fólk sem er sérfræðingar í að elda víetnamska mat. Og þetta er bara byggt á einhver svona hugmyndum stjórnvalda æskilega og óæskilega innflytjendur. Og ég myndi nú halda að það var eitthvað gruggugt í pókahottunni á þessum Davíð þarna. Hann notfæri sér þetta kerfi og nýðist á fólki, en það er ekkert, hvað viltu loka þá hurðinni eða? Nei, það sem núna við erum í Schengen og allir þessum tíma sem liðin síðan við gengum í Schengen. En það sem og ef við erum aukast núna undanferðin misseri, það verður efla þetta Schengen eftirlit landið og það er að passa líka að þetta gerst líka út á landi, annars finna menn sem minna eftirlit út á landi. Og það er verið að auka þetta og með auknu slíku eftirliti og í samstarfi við verkalýðshreyfinguna og skattayfirvöld sem er eitt sem eftirlitskerfi sem þarf nú að efla með nýri ríkisstjórn, þannig að verða að drepa eitthvað sem skattaeftirliti þessa ríkisstjórn með öflugu skattaeftirliti og fylgjast með hvernig staðir hvernig komið fram við þetta launafólk sem að gerist þá með samvinnu við verkalýðshreyfinguna. Þannig þú átt við að komi inn fólk og svo týnist það bara. Það kemur inn fólk í góðri trú og sé að vera að vinna vinnu á góðum launum. En svo er kemur bara með 3 mánaða atvinnuleyfi, svo rennur það bara út og af því það er ekkert svona utanumhald þá bara gleymist það fólk þangað til að það finnst í einhverju vinnustöðu eftirliti verkalýðsfélagana þar sem það býr í tjaldi á skítalunum. Já, maður sé svona. Það var ég mann eftir svolítið stæmi, ég held að vera í Vík í Mýrdal þar sem starfsfólki bjóðu tjaldi. Af því að það var hægt að leigja út herbyggið til túrista. Það minnir mig á reyndar, það er svona saga sem að gekk alltaf á Ísafirði hótelstjórað þar sem að hringdi í konuna og sagði hvort að hún og börnin geti ekki farið í tjald inn í dal. Af því hann hefði yfirbókað hótelið. Það var margar sögur til þannig. Allavega góð að segja. Þannig að þetta er samt ekki það sem að ég upplýði að væri stefnubreitingin hjá Kristrúnu, það sem að hún tók fram til dæmis að segja að við gætum ekki haft opin landamæri og velferðarkerfi. Já, var mist. Já, það tólkaði þannig að hún vildi þá bara loka landamæri sem er alls ekki verið að taka. Það er bara kontról svo hluti. Þetta er búið að vera í höndum sjálfstæðisflokksins þessi málaflokkur fjölda ára og þetta er niðurstaðan og svo tala fólk sem ég tala við skítrætt og kalla samfélkingin að gera allir að opna allt saman. Hún er kannski að slá á þá umræðu. Við ætlum ekki að opna bara allt fyrir allstaðar. Það er opið allt, það eru 400 og hvað er þessi margir sem er búið í ES, ég held að sé 440 milljónir. Já. Það er 480. Já, þá þurfum við líka að hafa eins og ég var að segja áðan, það þarf að hafa öflugt líka þá innra eftirlit innan landamæra. Út af því að við erum bara tilhörum stærri heimi. Já, við tilhörum stærri heimi. Og því fylgir það að það sé á margir tækifæri til þess að koma hingað, meðal annars óheiðalegt fólk og það þurfum við að efla löggæsluna. Það hefur aldrei þess ekki verið gert, það verið að fækka lögreglumönnum og það þarf að efla hana og styrkja hana og það er krafan er að koma frá Schengen að við þurfum ekki að standa okkur í þessum undanfærin áratví. Þannig að þú tækir undir tillögur svona sjálfstæðismanna að með svari þeirra við þessu ástandi vera það að þá látum við bara lögguna fá vopn? Nei, ég er nú ekki að taka undir. Þú veitir frekar fjölga lögreglumönnum? Já, alls ekki. Ég er allavega ekki sjá skotóm Nei. Og heldur að það sé almennt meðal lögreglumanna og hvernig að
þessi áhersla stjórnvalda að hérna Já, við erum ekki rafbyssur og bara skotofn en þessar svo kvöldur rafbyssur eða nú er ljótt orðið að kalla þetta byssur sko þá Þetta er náttúrulega byssa Já, þetta, þú skýtur úr þetta er svona byssulag en það verður að breyta sig þetta er ekki svona alveg byssulag en þetta passar þetta minkar líkur á því við lendum einhverjum átökum fólk hérna það sem þetta reyndi við erum sá stoppar fólk að þeir rafbyssar þannig að þetta er Það myndi líka stoppa ef að þið væru sko 3 en ekki bara 1 Já, og einn er nú bara einmitt á að gefa sér stað Það hann Fjölnir formaður ykkar lögreglumanna kom hérna einu sinni og hann lýsti þessu einmitt að vísaði í ykkur rannsóknir sem að sýndu það að ofbeldi í tengslu við lögreglustörf vex sko eftir því hvort að sé 1 maður, 2 menn eða 3 menn sem að mæta. Þannig að besta leiðin til að koma í veg fyrir ofbeldi er að mæti 3 á staðinn en ekki 1. Því líkurnar á því að verði ofbeldi þar eru miklu meiri og þá sér maður bara fyrir sér fólk í ójafnvægi og hvað þarf til þess að svona autoritet ykkar lögreglumannanna virki ef þú kemur 1 þá er það spurningin sko er það rétt stefna að vopna þarna eina eða er ekki sniðugt kannski að hafa þá 2 eða 3 sem að mæta Já, en þessar rafbyssur eru ekki hérna, já, þessar rafvopn eru ekki það eru samt tækið sem fólk tekur ekki í sönsum en hérna þess að verja við lendum ekki bara höfðum átökum það sem að ef ég skildi Fjölni rétt að þá aukast líkurnar á því að þeir sem að þið eru með afskipti af telji sig geta alltaf bara ráðist á ykkur ef að þið eru 1 sko það eru bara mjög litla líkur að þið eru 3 aðeins meirið eru 2 en bara töluverða líkur að þið eru 1 og þá eru lausnin svo að fá hérna lögreglumann til þess að verja sig kannski klókari leið að hafa 3 lögreglumenn sem að mæta. Já, það vantar fleiri með lögreglumenn. Það vantar fleiri lögreglumenn. Herðu, en hérna stuttu eftir að þessa umræðu fjöllun Kristrúnar innflytjendamál að þá heyrði ég Jóhann Pál sem nú hennar nánasti bandamaður í þingfloknum verið að tala í þinginu og hann hljómaði bara eins og Clinton og Tony Blair og það var á þeim árum þar sem að þeir töldu sig þurfa að sýna það að vinstri menn, legum okkur að kalla Clinton vinstri manna því að hann er litið svona á hann í Bandaríkjunum þótt að við myndum aldrei gera það að þeir þyrftu að sanna að þeir væru harðir af sér gagnvart glæpamönnum eins og hægrið og þeir lögðu mikla áherslu og svo allt í einu heyrði ég þetta tón komin í Jóhann Pál og þá fór ég að hugsa já, alltaf bara samfélkingin að mæta bara með svona til leiks í næstu kostingum að við ætlum bara að beita hörku, loka landamærunum eða þú veist Ég heyrði ekki þetta var eitthvað ræða samflutning Já, það var bara í þinginu að ræða þessi mál og þá var hann að tala að sko að það var stefna samfélkingar að taka hart á glæpum. Þú kannast við þetta. Hægrið segir einhvern veginn, við kannast við þetta, kannski besta dæmi bara bandarískum kosningum, að þá frambjóðandi demokrata sagður hafa vilja sleppa einhverjum á reynslulausn og svo fyrir hann einhvern glæp og allt þetta. Það er þetta, þú veist, að vinstri menn séu veigri sér við hörku í réttargæslukerfinu og séu veiklundaðir á meðan hægrið bara lokar menn inni og að þú veist þetta er svona og sömuleyti þú veist blandast þetta inn í innflytjendamálin að stundum að maður heyra hægri menn láta eins og þeir geti bara fundið út hverjir eru óæskilir fundið út þessa sem eru óheiðarlegir innflytjendur Við ætlum bara að hleypa inn heiðarlegu fólki, en við ætlum ekki að hleypa inn óheiðarlegu fólki og það sést ekki alltaf utan á fólki. Nei, fólkinu maður geta lent í alveg, já ég veit ekki alveg, annarlega svona vilja leggja áherslu á við værum ekki kannski á slagir á sem að margt svona... Ekki svo píratar. Já, ég heyrði nú í hérna Sunnu, hvað heitir hún? Þórhildur Sunnu tala daginn, að hún bara var ekki þetta hjá ykkur, ég hlustaði mikið þess að hún vildi meina að
hérna Pírata vildi ekkit opna alveg landamærin bara bara galopna. Já, var að tala hvað aðferð væri nota til þess að eiginlega grafa undan þeim. Við vorum að tala svona tæknina sem að svolítið að því að tala hvernig hægri menn skilgreina vinstri menn, sem að hægri menn nota svolítið. Ég held að vera að tala út frá því sem að Björn Bjarnason að skrifa og þú kannast við, það sem alltaf að reyna að halda því fram að þeir sem eru andstæðra skoðuna séu eiginlega vilja einhvern veginn skemma samfélagið eða séu einhverjum annarlegum hagsmunum og séu einhver bara glundróði sem að þau eru að leggja til eins og það fylgir einhver bara glundróði í sósíaldemokratínni. Það er alltaf verið svo og við lifum í glundróði við lifum í sjálfstæðum alltaf að tala um vinstri slísin og vinstri glundróði og ekki fann að heyra nú undanfarin vikur talað kostningar. Við fann að tala um sjálfstæði með þið berum svo mikla ábyrgð í ríkisfjármálum. Við berum svo mikla reka ríkisfjármálum með halla í góðari. Já, við berum svo mikla ábyrgð í fjármálum. Þeir fann að komast inn í fólkinu verða að kjósa valhutla. Þeir berum einhverja ábyrgð, miklu meira ábyrgð og það er þeir sem eru með einhverja svona kannski við að tala um Jóhann Páll en kannski vilja svona sína fram að sé ekkert línkind í okkur vinstrinum, við viljum bara stýra þessu, það þarf að stýra þessu, það er ekki að segja að það hafi verið vel stýrt undanfarin missir í dómsmálaráðuneytið, það geti verið vel stýrt af sjálfstæðismönnum sem að skiptum dómsmálaráðuneytið ekki hvað oft á síðan 10 árum. Þetta getur verið vel stýrt. Nei, og svo bara að sjá við rekstur ríkisins, sem ríkið er ekki með alla í mikilli verðbólgu og þenslu, sem bara glórulaust, þú getur ekki fundið neitt hagfræðing sem mælir með þessar aðferð sem verður að nota hér og svo stæraði sig af því að hafa lækkað skatta. Já, svo stæraði sig að lækka skatta, það er lækkaði skatta hér með einhverja 90 miljardar á undanförnum árum í tíð sjálfstæðisflokksins. Bjarni Ben, 90 miljardar og eins og Kristrún hitti unga bændur daginn í Kópavoginum og sagði við það bara að lækka skatt 90 miljardar. Ef þau lögum þetta á hverjum hefur lækkað skattur þeir sem meira mega sín, það er ekki lækkað skattur á millitekjufólki og láglaunafólki í launaskattur. Ef þessu snúum þessu við sáum, þá þið eru byrjun 13 miljardar, hann nóg til. Sáum við unga bændur sem alveg rétt. En þetta skiptir máli vegna þess að þið að vitna í Clinton og Tony Blair og þú byrjaðir eiginlega 99 þegar samfélkingin var stofnuð og það er ákveðið tímabil þegar vinstrið, ef að kratta til vinstrinu, stundum viðismannið vilja heldur til hægri sem það sem skilabóðin eru af því að nú það svo augljóst að það er kosningabarátta, það komið svona kosningabaráttu hljóð í Bjarna Ben Framsóknarflokkinn en klárlega samfélkinguna Kristrún er búin að vera í kosningabaráttu núna í 2 ár Já, kosningabaráttu hún bara að kynna sig og tengst og verið að og þingmenn hafa orðað þessu, hún er sjaldan í þinginu því að hún er bara alltaf okkur fundum út um allt land og hvílík eljusemi, ég hitt alveg endalaus það er eins og hún lítur að hægja aðeins á sig núna svo hún fari ekki að rekast á forsetaframbjóðendur verður að taka smá pásu næstu vikur Þetta tímabil þetta skiptir máli vegna þess að megin skilaboð Blair og Clinton og þeirra sem að fóru þá leið var að segja við erum alveg jafn ábyrg í fjármálum eins og hægrið. Það er bara við erum með ég er með hann Brown með mér sem er eldklár í ríkisfjármálum og ég meina Kristrún það er bara hún vill taka við fjármálaráðuneytinu held ég frekar þetta forsætisráðuneytinu. Þannig að það er við erum bara alveg jafn góð í að reka það sem að hægri menn segjast alltaf gera og það var ekki verið að leggja fram við viljum að samfélagi fara einhverja aðra leið nei, við erum alveg góð í að reka þetta eins og hægrið og svo hinum einn, við erum alveg tough on crime eins og hinnir og þetta sér þetta líka hjá Keir Starmer núna þar sem hann kemur fram eftir hinnum róttaka sósíalista Corbyn þá kemur hann og segir að við erum alveg hafnar því bara í viðtölum að þeir ætla að breyta stefnunni í einhverjum stórvægilegum atriðum, þeir eru bara betri í því að reka þetta Við deliverum það sem að þeir klúðra og það sem að samfélkingin getur sagt núna við ætlum að gera það sem að sjálfstæðisflokkurinn segist alltaf að gera en sem að gera ekki að þeir eru svo spiltur. Þannig að við ætlum bara að halda línunni en þetta er ekki stefnubreyting í samfélaginu. Þetta er bara að loforðum það að vera eiginlega betri einstaklingar í þeir reka sömu stefnu. Þess vegna er ég að nefna ríkisfjármálin og tough on crime, af því að þetta eru 2 veikleikarnir sem að hægrið hefur sagt að vinstri beri og þá kemur stjórnmálaafl og segist vera með þá sem er jafnframt eins konar yfirlýsingu það
að við ætlum að vera svona góður sjálfstæðisflokkur. Nei. Já, þú túlkar þetta þannig en ég að bera gagnrýni sem hefur verið að svara. Já, einmitt, það verið gagnrýna fyrir þetta. En maður hlustar á Kristrúnu og talar að það nógu peningum til í þjóðfélaginu sem við vitum, það nógu peningum til, það bara verið lækkar skattur og álögur á þeir sem eiga peningan í þjóðfélaginu. Það þarf bara að snúa blaðinu við aftur, spóla til 91. Það er bara að snúa við. Hún myndum vilja taka upp eignaskatt aftur. Hann fór 2004. Já, það hefur við lögðum það til. Ég ætla ekki að fara svara ekki fyrir hana en þetta er eitthvað sem mátti alveg skoða hún talar þetta er bara mannanna verk það þarf snúa sig bara við og hérna auka barnabætur, auka vaxtabætur hún talaði það þarf að gera það snúa sig eins og var áður og það þarf að sækja peningana það sem eru fyrir og hérna hvernig sem það er og það er alltaf hægt að eitthvað skattlýsismörk eitthvað starf þeir sem vera kannski skattleggja ósegju minna hafa mitt handana en hérna hún vil snúa þessu við og þetta er og þetta sé ekki bara eitthvað fólk með sömu stefnu bara eitthvað annar flokkur. Nei, það er svona við vorum með tillögur hérna 2021 í skattamálum þar sem við lögðum til dæmis að leggja á eignarskattin aftur bara frábær skattur eignarskattur bara ef við höfum ekki eignaskatt að þá mun hérna eigna ójöfnuður bara aukast og það mun eyðileggja samfélagið. Þannig að það er bara ef við viljum halda íslensku samfélagi þá verðum við að taka aftur upp eignaskatt. Og við lögðum líka til það sem ég heyri hann ekki tala um eignaskattin, ég heyri hann að tala um annað sem við lögðum til sem að var að loka eignarhaldsfélagagatinu. Þannig að þú átt eitthvað eignarhaldsfélag og hérna sem á hins vegar í einhverju félagi og svo færð þú greiddan arð að þá er hann bara skatlaður eins og þú hefur fengið hann. Þannig að þetta er sama var gert hérna gerfifélögin út í heimi á aflandseyjum. Að þá er það, ef þú átt aflandsfélag þá er það skattlagt eins og eða þú ert skatlaður eins og það og þú sért sami hluturinn. Og þetta held ég að myndi skila ég veit ekki gríðarlegum peningum, gríðarlegum að því að þetta er svo mikill óþarfi að gefa einhverjum hinn best setta fólkinu eiginlega skatt svona þau geta ráðstafað í hvenær þau skattur leggst á þau þetta er eiginlega siðlaust þetta er siðlaust. Hún talar mikið um þetta og svo talar um eignaskattin líka. Þú getur fundið þetta í stefnuskrá sósíalistar frá 2021 áður en hún byrjaði að tala um þetta. Bara kvota blessað annars að gott kemur það er bara mjög gott, besta mál og svo með eignaskattin, svo er alltaf höggu skatt leysismörk þá, þeir sem kannski bara með sína litlu íbúðukitru eða eitthvað hvað það er þannig að þetta er bara mannanna verk bara hvernig viltu hafa þetta? En Sjálfstæðisflokkurinn, hann vill aldrei ræða nú fór hann Jón Steinar Gunnlaugsson aftur að tala um dauðaskattin sem er erfðafjárskattur sem er heimskulegasta umræða sem að hugsa getur og þá hefur maður skoðar til dæmis þróun á hvað Davíð Oddsson og félagar hvernig þið gátu breytt skattkerfinu frá 91 og þá byrjaði með ykkur í ríkisstjórn að það aðstöðugjaldi fór sem er útsvar fyrirtækja sem er, ég held ég, algjör mistök að fella burtu eins og brím eða eitthvað, okkur þeir ekki borga aðstöðugjald inn í Reykjavík. Ég meina það er leikskóla til þess og skólakerfi til þess að fólki getur komið í vinnu þar og þeir keyra eftir götunum okkar og þeir nota alls konar hluti innviði og fleira og eiga bara borga eins og aðrir inn í uppbyggingu sveitarfélaganna. En eftir að aðstöðugjaldi var lagt af að þá hafa fjárhagur sveitarfélaganna hrörnað og leitti meðalans til þess að þau í staðan fyrir að útluta lóðum fóru þeir að bjóða þeir upp til þess að afla tekna til þess að mæta raunverulega tekjutapinu sem að varð þeirra fyrirtækin hætt að borga útsvarið. Ég geti haldið áfram að rekja hvað hefur verið lagt af og hvaða breytingar það voru og eignaskatturinn var náttúrulega gríðarleg breyting. 10. gamla sem var lögð á fyrir næstu 1000 árum, það var eignaskattur. Og við lifðum við eignaskatt í 1000 ár. Sem sagt, erfðafjárskatt og slíkt. Já, ég ætla að segja með erfðafjárskattin. Að þegar maður skoða þróunum á honum, að það er svona golf, það sem að ef þú erfir eitthvað, ég man ekki hvað upphæðin er núna, kannski 1,5 milljón eða 2 milljónir, þá var það skattlaust.
Sú lína, hún hefur eiginlega ekkert breyst. Vegna þess að Sjálfstæðisflokkur engan á að því að sko tryggja svona fátæku ekkinu og allt þetta, engan á að henni. En efsta þrepið, að það hefur lækkað úr, ég held að það hafi verið 45% niður í 10%. Já, þetta bara mannanna verk sem þarf bara að breyta, þessu bara snúa við, þessu þarf að snúa við. Og það verður ekki gert með Sjálfstæðisflokk innanborðs. Það er svo að tala áðan að við værum hérna veik fyrir því að fara með Sjálfstæðisflokk í ríkisstjórn. Þá getur maður valkostir samfylkingar ef að þið landið þessu, ef ykkur tekst að halda niður í ykkur andunum í 1,5 árið viðbót, að rugga ekki neina bátum. Segjum að valkostirnir eru svipað og kannanir eru núna. Að þá stendur Kristófer fram fyrir því að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, kannski einum flokki í viðbót, af því að Sjálfstæðisflokkurinn er svo veikur. Eða að mynda 5-6 flokkar ríkisstjórnir. Þetta yfirleitt alltaf þegar stjórnmálamenn standa fram yfir þessu vali, þá velja þetta. Framsóknarflokkurinn valdi Sjálfstæðisflokkinn, frekar heldur en allt og marga flokka 2017, eða svo var sagt, ég held að VG hafi líka ákveðið þetta. Ég hefði alltaf á tilfinningu þeirri kosningabaráttu að VG væri búið að ákveða að fara inn í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokkinn. Það er alltaf að held í því fram, þá ég bara séð lengra heldur að þau sáu sjálf það er einn vandi sem að Kristrún hefur og þegar maður horfir á það, ef hún myndi vilja þetta, þá myndi hún taka að sér að vera leiðtogi mið vinstrisins á Íslandi, búið aðlaga sig að hugmyndum. Hún þarf að gera það. Já, býtu, en það sem að manni virðist, þegar maður horfir á þetta, að hún er frekar að skrapa af samfylkingunni þau mál sem að fara sérstaklega í taugarnar á íhaldinu. Stjórnarskrámálið, Evrópusambandið, núna innflytjendurnir. Þannig að þegar ég horfa á þetta í fjarska, þá finnst mér hún vera að undirbúa þessa ríkisstjórn með íhaldinu. Frekar heldur en að Kristrún ætla að verða sko með eins og gæsamamma og halda Framsókn og Pírötunum og gera eitthvað fyrir flokk fólksins til þess að laða það inn til þess að geta orðið leiðtogi í fjölflokka ríkisstjórn með vinstri flokkana. Hún verður eiginlega að verða þessi gæsamamma að halda fram með þessum flokkum, ekki þessi litlu flokkar, við vitum ekkert eitt eru skoðankannar og annar eru kosningar sko. Ef hún kemst í þessu aðstöðu þá verður hún að taka hann að slaga að halda með vinstrinu og þetta að vísum að hún sér eitthvað að reynsa flokkin sem sagt gera Sjálfstæðisflokkinn góða með, eins og ég sagði við áðan með stjórnarskrármálinu og ESB-málinu, það er bara ESB-málið, það er bara seinni tíma, talandu það ESB-málinu sko. eins og viðreist talar gangi ESB, það er ekki laust. Hvað segir viðreist með ESB, þá lækkar þetta vöruverðið, en hvað gerist núna hérna daginn í vetur, var í umræðinu í vetur samráð innflutningsfyrirtækjana. Annað fyrirtæki borga strax, möglan og laust, hitt er í dómsmáli, þeir munu standa bara við hliðið og hækka sitt vöruverð og kem ekki neitt ódýrt vöruverð til okkar. Þess vegna þarf að gefa sér tíma í að laga þessar hluti, samkeppniseftirlitið efla það stórlega, svona lagað eigi sér ekki stað. Og skattaeftirlit voru tala um þetta þarf að laga þetta alls saman og það sem við reddum ekki þessu bara með gangi í ESB að þá er öllu redda fyrir fólki í landinu. Það er svo margt sem þarf að laga áður. Þetta minnir mig á það mannstættir myntbreytingunni 81. Það var öflugir fleiri blaðsíðna efnahagsskýrsla þeirra ríkisstjórnar átti að lækka verðbólguna eitthvað svona niður, við vorum með 100% verðbólgu svona tíma. Verðbólgan fór ekkert niður og það er ekkert gert, eina sem var gert þetta berið ofan á, tekin á 2-0 á krónunni. Þetta er svipað með það að redda einhverjum með svona bara hókus pókus ESB. Við reddum því ekki neitt. Við laga þetta heima fyrir og það þarf samfélkingin, með fórustu Kristrúnar Frostadóttur, að laga með því að taka inn alla þessa hína flokkana en svo getur bara kosningarnar næsta haust eða næstu kosningar enda þannig við fáum bara öfluga hægri stjórn. Já, það er einmitt það sem maður getur verið að horfa á vegna þess að við sjáum það er svona hægri bylgja í Evrópu og meðal annars knúin áfram af innflytjendamálunum. Maður getur fylgst með Kristrúnu, er hún að reyna að búa til ríkisstjórn sem að getur breytt stefnu stjórnvalda eða fellur hún í það að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum.
Og það er tvennt í þessu. Annars vegar það sem ég sagði áðan að hún hefur ekki neitaði eins og fyrirformaður að fara í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Og segjum að hennar hlutverk væri að reyna að búa til eitthvað úr þessu, að ég meina það er bara verkefnið. Þú heyrir stundum Bjarna Ben og Sjálfstæðismenn tala að það er bara allt og margir flokkar á þingi eins og þau hefur ekki ósangenda stöðu. Þetta er bara lýðræðið og það sem maður situr uppi með. Þannig að ef það væri áhugi Kristrúnar að breyta stefnu hjá stjórnvöldum, þá þyrfti hún að búa til eitthvað ríkisstjórn með þessu. Og þess vegna fannst mér innflytjenda spilið sem hún kom með vera svo athyglisvert, vera þess að hún hefði getað einmitt nota það mál til að kljúfa á milli og þarna megin ertu þá með Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn og kannski einhverja þræði í flokki fólksins og Framsóknarflokknum. En þá hefði, ef við ætlum ekki að fara þessa leið sem þau vilja í næstu kosningum, þá verður við að stilla upp valkosti á móti því og benda á skaðsemina af þeirra stefnu og slíku. Því að þarna megin er þá líklega flokkarnir sem að Kristrún vildi síst að vera með í ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn, sem að samanlagt er með kannski 30 góðum degi, 30% atkvæða. 70% eru hér. Já, en með því er svona að láta fólk, að fólk, sem ég hef talað við fólk með aldri sem er svona báðum áttum, hvort að ég að treysta samfylkingunni, sem er bara með nýjan formann, öflugan formann. Hún vildi svo slá að það að fólk er svo hrætt það að vinstri það er svo slakjur og eftirgefi sem er að bara hleypa öllum inn í landið og ekkert kontról og neinu. Hún vil að sína það við séum bara svona flokkur sem að tekur þetta ábyrgð og munum stýra þessu eða þess að þetta sé ekki öllum hleypt inn í landi bara síðan svona við að það þarf að hafa einhver að fara til leikareglum sem að er bara gott og gilt. Já, hún nota líka einhver orð sem er ekki umbylting heldur eitthvað sem er kratískt hugtak sem er ekki byltingu heldur eitthvað svona minna. Þið þurfi ekki óttast að við ætlum ekki að breyta á miklu, við ætlum ekki að umturna miklu sem að mér finnst svo skrítið að það sé lagt inn í nútíma stjórnmál vegna þess að við erum að koma út úr tímabili nýfrjálshyggjunnar sem er umturna öllu. Við höfum farið aðeins yfir skattkerfið, við höfum farið yfir húsnæðiskerfið, við höfum farið yfir bankakerfið, við höfum farið eiginlega yfir öll kerfið þar sem að nýfrjálshyggjan hefur umturna íslensku samfélagið og aukið hér ójöfnuð, sérstaklega eigna ójöfnuð en líka tekið ójöfnuð. Mér finnst það ég er náttúrulega róttækur sósíalisti, þannig ég segi við þurfum mikla breytingar og ekki trúa, segi ég, ekki trúa þeir sem hann lofaði að breyta einhverju, að verði breytingar án þess að breyta henni. Er ekki komin tíma breytingar, sagði Framsókn í borginni? Jú. Hverju rétti það? Jú. Framsóknarflokkurinn er alveg sérstakur flokkur í það kemur á kosningabaráttu. Ég held að við munum ekki kjósa það saman í næstu kosningum. Nei, svo segjum svo Framsóknarflokkurinn er ótrúlega flokkur, tölum með hann, ofta er þetta að tala við þetta borð fylgi flokkana, vinstri grænir eiga allar virðist af von, nema ég sagði Sandi Sáastóttir getur snúið sig við, þá fólk er flott að gleyma því saman. Já, mér heyrðist þá í Silfrinu í gær að hún hefði ekki áhuga því. Já, hún verður að tala þannig, og svo með Framsóknarflokkinn, við þekkjum þá nú í sögunni að þú talar breytingarnar í Reykjavíkurborg og er ekki best að kjósa Framsóknar síðustu þingkosningu. Söguna hafa alltaf verið með svona, þeir eru oft lágir í skoðangunum. Svo eigar alltaf snildar kostningar, bara snild, mjög gott. Kletturinn í hafinu og 90% lánin sem að kasta ekki Geir-Haarde í 2003. Já, það var það samþykkja til að halda stjórnin saman, skýtt með hvað það kostar á þjóðfélagi. Það er algjör disaster. Þannig að Framsókn mun fá 15% fylgi í loka næstu kosninga. 2% til að frá. En Sjálfstæðisflokkurinn, hvað getur hann fallið langt niður? Ég held að það sé komið svona neðarlega að svona ógnarvaldi sem hann hafði var kannski meira á tímabilinu þegar við vorum yngri. Það sem hann var bara að koma til þess Sjálfstæðisflokkurinn meldist bara 50% í skoðanakönnunum af því að það var normal að gefa það upp en það var svona eiginlega þú varst eiginlega stimplað út úr samfélaginu eða þú gafst upp stuðningu aðra flokka. Þannig að það var gríðanlegt ógnarvald sem að flokkurinn hafði í tengslum við völd sín, í stjórnkerfinu, í atvinnulífinu, í dómskerfinu, út allt. Núna þegar hann er búin að hanga hann niðri svona lengi að það er eitthvað sem segir mér að þetta ógnarvald er bara að bresta og það sem að mér finnst með þessi undirskriftasöfnun gegn Bjarna stórmerkilega á svo margan hátt
meðal annars út af þessu. Þarna allt í einu kemur í ljós að þetta ógnarvald sem að flokkurinn hafði, að brimvörnin sem hann hafði, hún virkar ekki lengur. Nei, en svo líka, en þegar kemur kosningabaráttu, svo þau eru fann að tala nú þegar, sko, við erum traustastir í fjármálum, stjórn fjármálum. Það passar ekki við fólk tengir ekki alltaf, sko, þegar þeir tala alltaf þannig, þá fá þeir svona eitthvað með hræðslu áróður. Þess vegna Kristórin að svara þessu með við viljum stjórnun á landamærunum, við viljum til þess að halda velferðarkerfi og þurfa að stýra þessu, við þurfum að gera þetta vel, vera svona ábyrg og svo þurfa verk að fylgja. Herru, gaman að tala við þig. Já, takk sem komdu bara oft leið í bæinn. Já, það Gylfi. Og þetta sem við erum að ræða svona sálina og stefnuna í samfélkingunni, þetta eitt af mikilvægastu málunum í stjórnmálum í dag. Já. Það sem við erum svo að vísa til svona ágreiningur á milli róttakra sósíalista og krata er náttúrulega þráðurinn í stjórnmálunum í meira en 100 ár. Já, sem var alveg sem að einkenndi pólitíkina síðustu öld alveg þegar að Alþýðuflokkurinn klofnar hann í kommunistaflokkin og þekkjum þess að sögu sósíalistaflokkin. Ein leið til þess að segja þess að sögu, minnst að einhver sem að orða þetta svona við mig sem er eiginlega besta leiðin, að þá er með sósíalista í flokki. Svo færir fórustar sig alltaf til hægri, frá þér séð núna, hægri ekki. Já. Og þá eru róttæku, þeim eru orðið ólíft í flokknum og stofna nýja flokk. Já. Og svo þeir það skammaði fyrir að búa til nýja flokk, en það sem að raunverulega gerðist er að flokkurinn færist alltaf til hægri. Þannig að það Alþýðuflokkurinn, og svo fer kommunistaflokkurinn út úr honum, svo fer sósíalistaflokkurinn út úr honum, svo fer Alþýðubandalagið út úr honum. Og svo, þá ertu komið með arfleið kratana sem er orðið ansi langt til hægri. Flokkurinn klofnaði og svo var líka síðan sem við létum síðan gerast létum síðan sjálfstaflokkurinn komið upp á milli í verkalýðsbaráttunni. Og ég held að Óli Thors hafi eiginlega mótað íslensk stjórnmál meira heldur nokkur annar. Hann byrjar á því að kljúfa á milli Framsóknar, Samvinnuhreyfingarinnar og verkalýðshreyfingarinnar af flokkana. Síðan hefði hann búin á því þá klífur hann hér á milli. Og það leiðir til þess að þessi flokkur, sjálfstæðisflokkurinn, sem er eins og sérbar í dag, er með stefnu sem er alveg á skjön við vilja meirihluta þjóðarinnar í öllum málum. Í sjávarútvegsmálum, í heilbrigðismálum, í einkavæðingamálum, í afstöðinu til Gaza og Ísrael og bara í öllum málum er þetta algjör minnihluta flokkur sem ætti að vera valdalaus í íslenskri pólitík. En fyrir einhverju klókindi með því að kljúfa svona á milli til þess að og þess vegna skiptir kannski máli þegar við vorum að tala gæsamömmuna en með því að kljúfa svona á milli þá hefur þessu flokki tekist að fá öll þessi völd vegna þess að það er alltaf forusta í öðrum flokkum sem er að bera hann upp til valda. Já, því miður. Og það má ekki gerast næst en þóttu við sé ekki með yfirlýsingu fer ekki með þeim í stjórn, við sýnum við bara fram á það þeir mun aldrei geta veikst undir þetta. En talandi Óla Thors sagði það ekki þegar að stjórnin vinnandi stétta var myndið það ekki það þegar A-flokkarnir fóru saman í stjórn með sjálfstæðisflokk þá þegar þeir börjust fyrir almannatryggingakerfinu þá sagði hann strafið láta að hafa þetta bara að halda völdum. Bara eins og Davíð sagði við Jón Baldvin á sínum tíma með ES þetta er bara gjaldið og við sjáum þetta núna bara í að sjálfstæðisflokkurinn kyngir aukningu í milli festukerfin bótakerfin inn í skattinum kyngir því bara til þess að halda þetta er bara gjaldið til þess að vera ríkisstjórn að láta eitthvað eftir sjálfstæðisflokkurum og það er hætta sem eftir næstu kosningar það verði þeir fara á stað þeir nái að fá okkur með sér því Framsókn fer alltaf með íhaldina kannski komaði til ykkar og bjóða Kristrún að fara í fjármálaráðið það má ekki gerast Herðu, takk aftur Gylfi fyrir að koma Takk. Og við setjum hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja hann heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt með að ná endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.